Allir heyra það og svo bara byrjar hann að hægja á vélinni og þetta bara eins og að vera í svifflugvél, hann bara hægir á og svo allt í einu fer hún að halla og halla og halla og svo það var ekki einu sinni högg þegar hreyfillinn og vængendin kom við. Já, kom eldglæringar. Aðeins smá eldglæringar. Þeir sem voru þeim megin í vélinni sáu eldglæringar og flugfreyjan kom hlaupandi til að athuga hvort það væri nokkur eldur undir hreyflinum. En það rak enginn upp öskur og það var bara fullkomið hljóð og fólk allir rólegir. Og aðeins svona þegar maður fór út í rútu, þá var það bara vá hvað maður var heppinn. Það hefði getað farið verr. Já, og hjá mér Jón Guðmundsson, aðgerðarstjóri hjá Rauða krossinum sem var á meðal þeirra sem tók á móti farþegunum. Hvernig ástandi voru farþegarnir þegar þið töluðu við þau? Farþegarnir voru í óvenju góða ástandi miðað við atburðinn og það sýnir sig bara sjálft hvað áhöfnin var góð þegar þetta kom upp á. Að þau náðu að halda ró sinni með farþegunum og sýndu þessa yfirvegun eins og við maður búast. Voru einhverjir sem þáðu áfallahjálp? Já, það voru nokkrir farþegar sem þáðu áfallahjálp hjá okkur. En svona flestir kannski bara nokkur rólegir eins og kom fram hérna áðan? Já, þau voru mjög yfirveguð, eins og ég segi, miðað við aðstæður. Þannig að þetta gekk bara mjög vel. En svona laga, það getur haft áhrif seinna meir. Hvað getur sett mér um það? Hvaða úrræði eru þá í boði? Já, Rauði krossinn starfrækir hjálparsíma Rauða krossins 1717 á sem netspjalli og þau hafa verið upplýst viðburðinn og þar geta aðstandendur jafn sem þolendur leita til eftir á. Kærar þakkir fyrir spjalli Jón og gangi ykkur áfram vel með ykkar störf. En hérna var að koma til okkar yfir flugstjóri Icelandair. Linda, þú mátt segja mér aðeins frá því hvað gerðist þarna? Þetta vél sem var að koma frá Berlín og bara á algjörlega eðlilegt aðflug og eðlilega lendingu. Skömmu eftir að vélni lent að það gefur annað lendingabúnaður en sig sem til þess að vélin leggst á hliðina. Og þetta alveg óvænt og ófyrirséð? Já, algjörlega. En eitt af því sem við náttúrulega þjálfum í okkar þjálfunum og þjálfunum og okkar fólki, mjög reglulega. Það er ljóst að það er tjón á flugvélinni, hún verður væntanlega tekin úr umferð. Já, en það er nú minnsta áhyggjumálið okkar núna. Það sem við erum að hugsa velferð farþeganna okkar og áhafnar og sem betur fer sluppi allir algjörlega óhultir og öllum líður bara vel eftir því sem við best vitum. Áhöfninu býðst væntanlega einhvers konar áfallahjálp eða aðstoð? Já, við tókum á móti farþegum hérna inn í flugstöðinni, buðum þeim áfallahjálp sem að reyndar afar fáir þáðu og allir tengifarþegarnir vildu nú bara halda áfram för sinni. Sama átti við áhöfnina, við tókum hana til hliðar, tölum við þau, veittum áfallahjálp og hugsum bara vel um þau. En þetta í fyrsta skipti sem að það kemur upp svona viðlíka atvik að dekkin gefi sér svona? Já, ég ætla nú ekki að fullyrða að þetta sé í fyrsta skipti en þetta afar sjaldgæft að þetta gerist sem betur fer og bara í rannsókn af hverju þetta gerðist. Kærar þakkir fyrir þetta. Við segjum þetta gott hérðan frá Keflavík í bili og sendum aftur yfir í Efstaleiti. Já, takk fyrir það, Þórhildur í Keflavík. En mjög hvasst hefur verið á sunnan- og vestanverðu landinu í dag undir Hafnarfjalli þar sem þessar myndir voru teknar fór vindur í kviðum í 37 metra á sekúndu. Á norðanverðu Snæfellsnesi við Ólafsvík og Búlandshöfða fór vindhraði upp undir 35 metra í kviðum. Gular viðvaranir vegna suðvestan hvassviðris eða storms á Breiðafirði og Faxaflóa eru í gildi til 8 og 9 í kvöld en veður fór að lægja á Suðurlandi 6. Namibísk yfirvöld kyrrsettu Hænaste, síðasta skip Samherja í Namibíu í dag, á grundvelli gagna sem spillingarlögreglan í landinu lét lögreglu yfirvöldum í té. The vessel Hænaste is for now impounded and it is safe in the Namibian harbor. Lögreglan vildi að öðru leyti ekki upplýsa á hvaða grundvelli skipið var kyrrsett. Það tengist upplýsingum sem spillingadeild namibísku lögreglunar, ACC, lét lögreglu yfirvöldum í té en Pólus Nóa, framkvæmdastjóri ACC, vill ekki upplýsa hvers eðlis þær séu. Að sögn Kjarnans kyrrsetningin sögð á grundvelli laga skipulagða glæpastarfsemi.
Hænastey var fyrst kyrrsett í nóvember og skipstjórinn Arngrímur Brynjólfsson handtekinn fyrir ólöglega veiðar. Hann játaði sök fyrir dómi og var í vikunni dæmdur til að greiða upphæð sem jafngildir 8 milljónum íslenskra króna, ellegar sitja í 12 ári fangelsi. Skuldin hefur verið greidd og er Arngrímur laus allra mála. Ekki náðust í Björgólf Jóhannsson, starfandi forstjóra Samherja í dag. Í gær, áður en skipið var kyrrsett, birtist yfirlýsing á vef Samherja þar sem Björgólfur fagnaði niðurstöðu dómstóla í málum tengdum Hænastey. Sagði hann vilja Samherja standa til að gera Hænastey áfram út í Namibíu. 2 önnur skip, Saga og Geysir, sigldu þaðan burt í síðustu viku. Saga til Kanaríeyja og Geysir til Máritaníu. Landspítalinn tilbúinn með sóttvarnargalla til þess að geta tekið á móti sjúklingum með kórónuveiru. Ekkert smitt hefur enn greinst hérlendis. Minnst 10 sýni hafa verið sendi í kórónuveiru greiningu hérlendis. Samkvæmt upplýsingum frá sóttvarnalækni var einungis veikur grunur smitt vegna ferðalaga. Sjúkdómseinkenni bentu ekki til þess að veikindi væru af völdum veirunar og svo reyndist heldur ekki vera. Á Landspítalanum unnið hörðum höndum við undirbúning til að geta tekið á móti sjúklingum með veiruna. Við erum með hlífðarbúnað sem bæði við eigum og höfum fengið frá sóttvarnalækni sem er fullnægjandi til þess að rjúfa smitið kórónuveirunar. Við förum í einnota vatnsheldan hlífðarslopp sem hylur líkamann frá hálsi og svona niður að hnjám og fram á hendur. Við setjum á okkur húfu, skurðstofuhúfu sem hérna hár og höfuð. Við setjum á okkur fínarnagrímur, við setjum á okkur gleraugu, hlífðargleraugu og svo förum við í hanska. Og þá erum við búin að rjúfa smitleiðina til okkar í gegnum þetta hættulega svæði hérna sem í andlitinu á okkur, það er að segja augun, nef og munn. Og svo þurfum við að sjálfsögðu að passa handhreinsun því að hún er gríðarlega mikilvæg. Og þetta er einnota búnaður? Þetta er einnota búnaður. Hvernig verður honum fargað? Hann fer í sóttmengað brennissorpi hjá okkur, þannig að hann verður brenndur. Ekki er talin þörf á heilgala. Ásdís segir nóg til af hlífðarfatnaði en alls óvíst sé hversu mikið af honum þarf. Það er allt eftir því hversu margir sjúklingar koma til okkar með grunum eða staðfesta kórónuveiru og eftir því hversu veikir þeir eru, hversu mikið hlífðarbúnað við þurfum að nota. Kínverskur almenningur gagnrýnir stjórnvöld harðlega fyrir að hafa ekki hlustað á lækninn sem varaði fyrst við nýju kórónuveirunni í lok síðasta árs. Hann lést í gær, 34 ára gamall. Foreldrar hans eru báðir sýktir af veirunni. Andlát læknisins Li Wenliang í gær hefur listúrlæðingi sjaldséða gagnrýni Kínverja á stjórnvöld sem láta þau finna til tevatsins á samfélagsmiðlum. Li varaði 7 starfsfélaga sína við því að eitthvað undarlegt væri á seyði á sjúkrahúsinu í Wuhan þegar þann 30. desember. En í stað þess að bregðast við ábendingum hans vakti lögreglan hann miðjanótt, krafði hann svara hvers vegna hann væri að deila þessum upplýsingum og lét hann undirrita játningu að atferli hans hefði verið ólöglegt. 他所展现出来的就是一个对社会的一个负责任的态度，他非常诚实守信，所以我觉得对这个事情我觉得全社会都要进行反思的。 Ýmislegt bendir til þess að viðbrögð kínverskra stjórnvalda hafi í raun orðið til að flýta fyrir útbreiðslu veirunar. Þau þögguðu niður í öllum þeim sem vöktu athygli á því að eitthvað undarlegt væri á seyði. Þrátt fyrir að sjúkdómstilfellum fjölgaði frá degi til dags lögðu þau áherslu á það við íbúa Wuhan að engin hætta væri á ferðum. Fyrstu tilfellin komu upp í byrjun desember en það var ekki fyrir en 20. janúar sem stjórnvöld gripu til aðgerða. Wuhan í dag borg í sóttkví. Fólk sagt að halda sig heima og aðeins einu sinni á sólarhring einum úr hverri fjölskyldu leyft að fara út fyrir húsins dyr. Ekkert opið nema matvöruverslanir. En eru 2 skemmtiferðaskip í sóttkví í Hong Kong og Yokohama í Japan. Sýktum farþegum borð í Diamond Princess í Yokohama hefur fjölgað hratt. Í gær var staðfest að 20 væru veikir, í dag var talan komin upp í 61. Farþegar þurfa að halda kyrru fyrir á herbergjum sínum. Fólki sem býr í gluggalausum káetum hefur þó verið heimilað að fara upp á sólþilfarið einu sinni á dag í stuttan tíma og þar má það ekki blanda geði við aðra. Mannleg mistök eru sögð hafa orðið til þess að skonnortan Opal tók niðri á leið til hafnar í Reykjavík í gærkvöld. Skipið var í kvöldsiglingu með 18 manns borð þegar það lenti upp á sanddrifi við Lundey. Engar skemmdir hafa komið í ljós á skipinu. Framkvæmdastjóri Norðursiglingar, eiganda Opals,
segir að haft hafi verið samband við alla farþega og engum orðið meint af. Þetta atvik hefur nú verið skráð hjá rannsóknarnefnd samgönguslýsa sem undirbýr rannsókn. Þar fengust þær upplýsingar í dag að meðal annars verði kallað eftir gögnum frá vaktstjórn siglinga og lögreglunni í Reykjavík og væntanlega óskað eftir skýrslu frá skipstjóra Opals. Forsætisráðherra segir mikilvægt að hefja gagnsætt söluferli á hlut ríkisins í Íslandsbanka til að geta notað féð í innviðauppbyggingu. Þetta sagði hún á flokksráðsfundi Vinstri grænna sem stendur nú yfir og þar Magnús Geir Eyjólfsson. Já, Guðmundur Ingi Guðbrandsson varaformaður VG setti fundi núna klukkan 5. Hann fór í ræðusinni svona yfir sín hugarefni sem voru umhverfismál og miðhálendisþjóðgarður. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður VG fylgdi á eftir og hún talaði vel og lengi, vel yfir 40 mínútur og minntist meðal annars á fyrirhugaða sölu á Íslandsbanka og hvers vegna VG væri yfir höfuð í samstarfi við Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokki. En við skulum grípa aðeins niður í ræðu Katrínar. Við getum farið yfir þann árangur sem við teljum okkur hafa náð núna, árangri fyrir Íslands samfélag sem ég leyfi mér að fullyrða hefði ekki orðið án þátttöku okkar Vinstri grænna í ríkisstjórn, alveg óháð því hverjir aðrir eru í henni. Við höfum rætt það að selja eignarhlut í Íslandsbanka og nýta þá fjármuni í innviðafjárfestingar land allt. Er það slæmt fyrir samfélagið? Ég segi nei. Við eigum Landsbanka Íslands sem hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Ég tel ekki að það sé endilega skynsamlegt fyrir íslenska ríkið að eiga meirihlutann af íslenska fjármálakerfinu nema við höfum skýr markmið með slíku eignarhaldi. Ég tel að við höfum að horfa til þess að halda Landsbankanum í opinbera eigu og leggja á hann skyldur í samræmi við það. Það er að segja eðli máls samkvæmt. Ég tel að það sé betra fyrir íslenskt samfélag að við seljum eignarhluti í Íslandsbanka og nýtum þá fjármuni í innviðafjárfestingar sem sár þörf á. Og ég ætla að nefna hér hluta uppskerinu sem að koma í hús. Því á næstu dögum mun ég kynna frumvarp breytingar og lagaumgjörð jarða- og fasteignaviðskipti. Þar verður kveðið á skýrari skilyrði fyrir viðskipti aðila utan EES-svæðisins, aukið gagnsæi jarðaviðskipti almennt, stórbættri skráningu í landeignaskrá og skyldu til að fá samþykki ráðherra fyrir kaupum á stærri jörðum og í tilfelli aðila sem eiga mikið landflæmi fyrir. Jafnframt tekið á eignarhaldi tengdra aðila þannig að ekki sé hægt að fara í kringum regluverkið með kennitölu krúsídúlum. Þetta sagði Katrín Jakobsdóttir nú fyrir stundu og hún hérna hjá mér. Katrín, Íslandsbanki áttu vona og það verði erfitt mál fyrir VG? Mér fannst nú bara rétt að opna umræðan þetta mál. Þetta er auðvitað eitt af því sem við sögðum fyrir kosningar að við vildum nota eignatekju til þess að nýta í uppbyggingu innviða fyrir samfélagið allt. Þetta er í stjórnarsáttmála en mér fannst mikilvægt að taka þetta upp hér því að ég tel að það geti verið mjög skynsamlegt að selja hluti í Íslandsbanka og nýta það sem fæst fyrir þann hlut, svo fremur sem það sé gert með mjög vönduðum, gagnsæjum hætti inn í uppbyggingu samfélagslegra innviða sem við vitum að er brýn þörf á. Þið fannst ástæða til að lofa því að þetta yrði með gagnsæjum hætti? Já, ég veit það bara að margir af mínum félögum hafa áhyggjur í ljósi bara sögunar en leið held ég að við getum gert þetta miklu betur en þetta var gert hér fyrir á tíð og ég held að við stöndum bara undir því. Þú segir í ræðinni að það séu ýmis mál í ríkisstjórnarsamstarfinu sem hefðu ekki orðið nema að það var ekki fyrir ykkur. Hvaða mál ertu að tala um? Ég er auðvitað bara að tala um þær félagslegu áherslur sem ég fór yfir í minni ræðu, hvernig við til að mynda réðumst í skattkerfisbreytingar, fórum í hækkun barnabóta, lengdum fæðingarorlof sem er auðvitað mál sem við unnum á sínum tíma, höfum verið að draga úr kostnaði í heilbrigðiskerfinu, þetta eru allt mál sem við höfum verið að vinna að og sömuleiðis þessi stóru mannréttindamál sem ég fór líka yfir. Og ég held að þau sýni bara að við höfum haft töluverðan árangur út úr þessu erfið. Takk fyrir það Katrín og við segjum þetta gott síðan af Seltjarnarnesi. Takk fyrir það, Magnús Geir. En kvikuinnskot vestan við fjallið Þorbjörn á Reykjanesskaga er á 3 til 5 kilometra dýpi samkvæmt nýjustu mælingum Vísindaráðs almannavarna. Áður var talið að kvikan væri á 3 til 9 kilometra dýpi. Til samanburðar má nefna að dýpstu borholur HS Orku á svæðinu ná á 2 kilometra dýpi. Ekki eru merki að kvikan komi á yfirborðið. Dregið hefur úr skjálftavirkni í grennd við Grindavík undanfarna daga en enn má sjá merki landris. Frá 20. janúar hefur landið risið 5 cm. Áfram verður fylgst með virkni á svæðinu með jarðskjálftamælum, GPS-mælum og gervitunglum. Minnst 4 sumarhús í Grímsnesi skemmdust í flóði úr Hvítá í gær. Yfirlögregluþjónn segir staðsetningu sumarhúsabyggðarinnar rakið dæmi hvernig eigi ekki að gera hlutina.
klakastífla myndaðist í Hvítá við Kirkjutanga með þeim afleiðingum að í gær flæddi yfir sumarhúsaland í Vaðnesi í Grímsnesi. Bústaðir voru umflotnir vatni og vegir fóru á kaf. 2 ár eru síðan mikil krapastífla myndast á sama stað hérna í Vaðnesi með sömu afleiðingum. Vegir fóru á kaf og talsvert tjón varð á húsum. Það hefur náttúrulega sjatnað mjög mikið í og þessi krappa eða ístífla sem olli þessu flóði, hún ruddi sig þarna í gær. Þannig að vatnið alltaf að síga fram. Þannig hefur orðið tjón á að minnsta kosti 4 bústöðum. Aftur orðið fært að húsunum og gátu eigendur kannað skemmdir í dag. Páll Helgi Möller einn þeirra en bústaðurinn hans skemmdist einnig verulega í flóðinu fyrir 2 árum. Þegar ég kom hér morguninn í gær þá var hér allt á floti í vatni. Það var talsvert tjón, gólfefnið allt farið sem og hurðakarmar, hurðir og allir skápar en mesta innbúinu var ég búinn að forða. Lögreglu yfirvöld, samtök sveitarfélaga á Suðurlandi og almannavarnir funduðu á síðasta ári flóðahættu af Hvítá. Lögreglan segir ljóst að ekki hafi átt að leyfa byggð á landinu. Ég held að þetta sé alveg rakið dæmi það hvernig á ekki að gera hlutina. Blasir við að þannig flóðahætta og það á þannig stað á ekki skipulegja byggð, hvort sem það sumarhúsabyggð eða íbúðabyggð með fastri búsetu. Hæfileikakeppni frístundamiðstöðvarinnar Miðbergs Breiðholt Got Talent var haldin í dag. Viðburðurinn hefur fyrir löngu fest sig í sessi í Breiðholti. Keppnin hjá yngri hópnum, 69 ára, var mjög hörð, enda lögðu krakkarnir mikið á sig til að láta ljósið skína. Hvað voru þið að gera? Ég var að dansa. Og við vorum að syngja. Já. Við tvær. Hvað svona skemmtilegt við að taka þátt í hæfileikakeppni? Bara að standa á sviðinu fyrir framan fullt af fólki, það bara eitthvað svo góð tilfinning, sko. Ég labba inn á sviðið, tek upp gítarinn og svo byrja lagið. Þá verð ég eins og að ég sé með gítar og ég sé í þungarokki. Frábært. Og þá að veðri. Hlýindakafli undanfarinna daga nú í anda slitrunum og það kólnar smám saman þegar líður á helgina. Á sunnudag taka kaldir norðanvindar við með frosti víðast hvar á landinu og snjókomu norðanlands og viðbúið að kuldinn vari fram í miðja næstu viku hið minnsta. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttum og við ætlum því næst að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Lagaprófessor segir að það mætti láta reyna á það hvort ólögmæta kynjamismunum sé að ræða varðandi greiðslur til dómara í efstu deild kvenna og karla í fótbolta hér á landi. 135% munur á launum fyrir dómgæslu fyrir leiki karla og kvenna. SA varð Íslandsmeistari kvenna í ísokki í gærkvöld. Sara Smiley, leikmaður SA, var þar með Íslandsmeistari 12. sinn. Og Martin Hermannsson skoraði 10 stig þegar Alba Berlín tapaði fyrir Real Madrid í sveiflukenndum leik í Euroleague körfuboltadeildinni í gærkvöld. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mikill viðbúnaður var á Keflavíkurflugvelli í dag og neyðarástandi lýst yfir þegar hjólabúnaður Boeing-vélar Icelandair brotnaði við lendingu. Farþegar héldu ró sinni en einhverjir þáðu áfallahjálp. Kínverskur almenningur notar samfélagsmiðla til að láta í ljós reiði sína vegna viðbragðarleysis stjórnvalda við kórónuveirunni. 10 sýni hafa verið greind hérlendis sem voru öll neikvæð. Mörg af framfaraskrefum ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu hefðu ekki verið stigin án Vinstri grænna. Þetta sagði forsætisráðherra á flokksráðsfundi VG sem hófst síðdegis. Yfirlögregluþjónn segir að ekki hefði átt að leyfa sumarhúsabyggð í Vaðnesi sökum flóðahættu. Minnst 4 sumarhús í Grímsnesi skemmdust í flóði úr Hvítá í gær. Krakkar í Breiðholti kepptu meðal annars í dansi, söng og þungarokks luftgítarspili í Breiðholt Got Talent í dag. Keppnin á orðin að einum stærsta viðburði hverfisins fyrir börn og unglinga. Að þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á að það hægt að horfa á alla fréttatíma í RÚV appinu. Verið sæl.
á RÚV í kvöld. 12 stig er upphitun fyrir undankeppni söngvakeppninnar. Við skyggnumst inn í líf keppenda sem hafa staðið í ströngu síðustu vikur. Gettu betur, bein útsending frá spurningakeppni framhaldsskólanna þar sem fjölbraut við Ármúla mætir fjölbraut í Garðabæ. Vikan með Gísla Marteini. Farið yfir helstu atburði vikunnar í stjórnmálum, menningu og mannlífi. Martin Læknir er breskur gammamyndaflokkur læknin Martin Ellingham sem með afbrigðum klaufalegur í mannlegum samskiptum. Úlfaland, þinn að eilífu er þýsk glæpamynd lögreglukonuna Víólu sem flytur til bæjarins Görlitz frá Hamborg í vonum að hefja nýtt líf. Whoa, you drive electric? What do you mean I drive a Mercedes? Nú eru vetrardagar Kia. Þar kynnum við Kia Sorento Arctic Edition sem sérbreyttur fyrir íslenskar aðstæður. Kia Krókhálsi. Svona á akstursupplifun að vera. Nissan Qashqai, hlaðin tækni sem eykur öryggi og ánægju í akstri. BL, Sævarhöfða 2. Hjá Ísjó4 þekkjum við hjartslátt náttúrunnar. Við sækjum áttirnar í sólblóm, repju, olíusól og nú einnig hörfræ. Ísjó4 færir þér mikilvæg næringarefni, omega-3 og omega-6 sem eru líkamanum nauðsynleg. Ísjó4, það byrjar allt með 4 fræjum. Vertu á staðnum. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi.